Þá hann kominn upp á vegg, Erlingur Kristjánsson, gamall knattspyrnukappi, Íslandsmeistari í handbolta og fótbolta og það ekki mjög margir sem hafa náð þeim áfanga. Hann frekar svona dimmt yfir þessari mynd en það yfirleitt bjart yfir Erlingi. Og það einnig með þann sem kominn til okkar í þáttinn Hvíta máva. Það bjart yfir honum, ungu maður sem starfar hér á Akureyri, aðfluttur, starfar við Háskólann á Akureyri, þar prófessor. Ársæll Már Arnarsson heitir hann og ertu velkominn Ársæll. Blessaður. Blessaður. Prófessor við Háskólann á Akureyri. Já. Það eru til lektorar, aðjúnktar og kannski eitthvað fleira. Já, sko, það þannig að mjög margir byrja á því að vera fastráðnir stundakennarar við Háskóla og þá eru þeir aðjúnktar. Það heitir aðjúnktar. Já. Og síðan maður ráðinn inn sem lektor, það svona fyrsta staðan og síðan í fullt starf. Í fullt starf. Það getur líka verið í hlutastarfi en það svona fyrsta ráðningin sem svona alvöru ráðningin kannski og síðan með reynslu og vísindastarfi að þá vinnum maður þessu upp í að vera dósent og síðan ennþá meira að þá verður maður prófessor. Dósent þarna á milli? Já. Já, og ert þú búinn að fara allan þennan kósa? Já, ég byrjaði að reynda sem lektor. Sem lektor? Ég var stundakennari mjög lengi við læknadeildina í HÍ en það var ekki sem aðjúnt, ég var ekki fastráðinn þar heldur kom ég meira svona inn svona sem bara svona svíper þegar það þurfti að redda hluti. Kemur Skaga gen í ljós að fara að tala svíperinn? Já, bara fótboltalíkingar í dag. Já, sko nú ert í sumarfríi vonandi. Já. Hvað gera prófessorar í sumarfríum? Ég bara eru heima og gæta bús og barna. Nei, ég reyndar ég hef ofta reynt að vera í svona alvöru sumarfríi þar sem maður gerir ekkert. Mér hefur ekki reynst það þægilegt og mér líður ekkert sérstaklega vel með það þannig að ég nýt þess að geta bara farið og unnið kannski í 2-3 tíma á dag og síðan verið í fríi. Þannig að ég byrja gjarnan svona bara daginn á því að vinna 2-3 tíma og það svona aðeins lagar samviskunna og manni líður betur. Geturðu gert það, vinnur þú þá heima eða ferðu á vinnustæði? Nei, ég vinn mjög mikið heima. Og færðu frið í það? Já, ég á mjög þægileg börn. Já, og hvað ertu þá að vinna? Ertu þá að vinna eitthvað í framhaldi af því sem þú varst með í kennslu eða ertu að vinna að einhverjum sérstökum rannsóknum eða hvað? Það bæði og ég maður alltaf held ég ef maður hefur og flestir og ef ekki allir háskólakennarar vilja gera þetta mjög vel og maður alltaf að reyna að bæta aðeins og finna eitthvað nýtt og skemmtilegt sem að vekur áhuga og hjálpa nemendum. En síðan auðvitað mikill hluti af minni vinnu í rannsóknum og þá það mjög mikið að skrifa. Bæði maður alltaf að leita eftir einhverjum smá pening fyrir einhverjum nemendum, kannski að ráða einhverja nemendur eða styrkja þá til þess að vinna í einhverjum rannsóknum og svo þarf maður náttúrulega að koma þessu frá sér. Maður þarf að skrifa þetta upp í einhverjar vísindagreinar sem að birtast þá yfirleitt erlendis og það óhemju vinna. Þannig að þetta mikil svona pappisvinna og liggja yfir texta og þess aftur. Borgar þetta sig? Hvað að segja að Nei. Pæla í þessu til þess að fara að birta þetta í einhverjum í læknaritum. Eins og stundum sagt í fréttunum, það sko vitnað í einhverjum læknarit. Áttu greinar í þessum þekktu læknaritum? Já, ég hef verið mjög heppinn með samstarfsaðila sem hafa dregið mig áfram í merkilegar rannsóknir og ég sem sagt við höfum byrt fínar greinar. Þú ert nú kornungumaður, búinn að læra gríðarlega mikið. Hvað lærðirðu? Hvað má segja, hvað ertu fyrir utan prófessorinn? Hvað ég? Þetta stór tilvistaleg spurning. Já. Ég kláraði stúdentspróf á Akranesi og ætlaði síðan að fara í háskóla í Reykjavík
En svona eins og margir þá lenti ég í smá vandræðum svona fyrsta árið var ekki mjög einbeittur og hérna hafði svona margt að gera í höfuðborginni annað en að vera að festa mig í einhverju námi og hérna flosnaði upp og var komin á sjóinn vestur á Ólafsvík bara í desember og það var mjög fínt. Ég var þá síðan búinn að ákveða að ég ætlaði að fara í þroskaþjálfarskólann og var alveg með það plan í gangi en síðan einhvern veginn þá fór umsóknarfresturinn bara fram hjá mér þannig að þegar ég kem sem sagt og ætla að fara í skólann árið eftir að þá er hérna hef ég enga möguleika á því og ákvað að fara að skrá mig í sálfræðina vegna þess að ég hélt að ég myndi geta hérna komið þar inn og fengið eitthvað metið síðan í þroskaþjálfarskólann. Já, þegar þú færið þangað. Já, það var alveg klárt. Já. Og síðan hérna bara þarna á fyrsta árinu þá fórum við að læra sem sagt taugalífeðlisfræði og það var eiginlega þannig að það var svona þessi vá-upplifun. Ég bara þegar ég fór að lesa það hafði aldrei í sjálfu sér spáð neitt í það. En þegar ég loksins fór að lesa það þá bara það svona hálfpartinn þyrmdi yfir mann. Taugalíffræði? Já, ég þótti þetta alveg óhemju skemmtilegt og ákvaða að hérna halda áfram í sálfræðinu og klára það og fara síðan í svona einhver sambland af lífeðlisfræði og sálfræði. Fór síðan og tók meistarapróf hjá læknadeildinni og kláraði það og var þá nú eiginlega búinn að fá nóg af skólanum og fór að vinna hjá lyfjafyrirtækjum. Hér á landi? Já, vann hjá svissnesku fyrirtæki fyrst sem var með starfsemi hér og svo fór ég til Actavis og þar var ég bara þangað til ég kom hingað. Til Akureyrar? Já. Og svo 2007 ég var, eins og ég var búinn að segja þér, ég var að kenna sem stundakennari við læknadeildir, alltaf með, var í fullu starfi hjá Actavis sem var alltaf með, fannst það bara skemmtilegt, ég hef bara gaman að því að kenna, það er bara næstu það skemmtilegast sem ég veit. Já. Þannig að ég gerði þetta svona bara mér til upplýftingar og dægrastyttingar og líka til að halda mig við í faginu, það er ágætt þannig lagað og kenndi svolítið og svo gerist það 2007 að þá allt í einu finn ég fyrir því að mér finnst ekki lengur gaman að kenna. Og þá er bara orðið of mikið, ég er með stóra fjölskyldu og ég er að vinna hjá Actavis og það var mikil ferðalög og mikil læti og þurfti að vinna mikið og svo ofan á það var þessi kennsla og mér fannst ég ekki vera að gera það almennilega og þá verður þetta bara leiðilegt. Ég held að flestir kennarar upplifi það að þegar maður leggur sig ekki 100% þá verður þetta ekki skemmtilegt. Nei. Þú vilt alltaf hafa eitthvað svona sem þú þarft að hafa svolítið fyrir? Já, ég held að það sé alveg þetta. Jú, ég held að það sé alveg, ég verð mjög fljótt leiður. Það er ákveðin galli, ákveðin kostur líka. En ég verð að hafa einhvað sem að ég get ekki verið í mikilli rútínu. Ég þarf að fást við nýja hluti og það hendar mjög vel bæði viðskiptahlutin og sérstaklega þessi akademíski hluti. Já. Og hefur þér alltaf þótt gaman að læra? Eftir þú fórst á sjóinn eða hættir á sjóinn? Já, ég var ómögulegur nemandi, alveg gjörsamlega ómögulegur. En hvernig þá þegar þú kemur allt inn og tekur doktorspróf? Ég meina, menn hrista það ekki fram úr erminni? Nei, ég var svona ómögulegur nemandi, hugsa ég einhvern veginn var ég einn af þessum mörgu sem að misti svolítið áhugan á skóla. Ég tuttlaðist í gegnum þetta og gekk ágætlega í því sem ég hafði áhuga á. En ég hugsa að það hafi verið þegar ég var 18 ára, ég fór einhvað aðeins að þroskast og síðan eftir að ég kem á sjónum og byrjaði í sálfræðinu þá var ég komin í gírinn sæmilega. Já. En ég í kringum þegar ég var 16-17 ára þá var ég alveg bara mörkum þess að hætta í skóla. Já. Hvað hefði orðið úr þér?
Já, það er góð spurning. Það er góð spurning. Verður skipstjóri þá núna kannski? Já, kannski hefði ég orðið skipstjóri. Það getur vel verið. Ég fór í svona áhugasviðspróf í háskólanum þegar ég byrjaði þar, svona til að finna út svona hvar minn áhugi væri, sko. Það var mjög sérstök útkoma, sko. Þetta var svona amerískt próf og samkvæmt því þá hefði ég átt að vera sjóliðsforingi. Það var það sem passaði mér best. Ég veist að ég hefði orðið skipstjóri. Þetta kom mér mjög óvart, sko. Samkvæmt bandaríska prófinu, þá eru átt að vera sjóliðsforingi. Já, ég átt að vera sjóliðsforingi. Já, þannig að þú væri þannig í Persaflóa núna eitthvað að þvælast. Eitthvað anskotast þar. Já. En skilurðu þá þegar þú ert að kenna ungu fólki í háskólanum eins og hérna, skilurðu þá sko svona að þau hafa misjafnan áhuga? Já, algjörlega. Ég held að það reyndar sko, ég held að sko það hættulega við það þegar maður er kennari að maður svolítið gleymir því hvernig maður var sjálfur sko, og ég var sennilega skildið það betur fyrir nokkrum árum heldur en ég geri núna sko, það er bara þannig, en ég reyni rosalega mikið að vekja áhuga fólks á faginu, sko. Ég kenni náttúrulega kannski ekki það sem að sko sálfræðinemar hafa mestan áhuga á, einhver frumulíffræði og lífeðlisfræði. Það er kannski ekki það sem maður er að spá í þegar maður fer í sálfræðina, sko. En ég reyni eins og ég get að sýna fólki fram á hvað þetta er spennandi. Já. Þú nefndir rannsóknir. Já. Virkur áhuga mér þetta með glákuna. Já. Það kemur inn í það sem að þú hefur verið að læra, það sem þú hefur verið að skrifa og það allt saman. Já. Og hvar hefur þú stundað þessar rannsóknir? Ég byrjaði rannsóknina mínar þannig að eftir að ég varð fyrir þessari næstum því trúarlegu upplifun í skólanum, að þá fór ég að skoða þetta og einn kunningi minn var svo góður að láta mig vita að það væri kennari upp í lífeðlisfræðistofnun háskólans sem hét Þór Eysteinsson sem var að leita sér að aðstoðarmanni. Og ég fer þarna upp eftir og tala við hann og hann er svo góður að leyfa mér að vera með sér og við unnum mjög mikið saman og erum nú svona enn í dag, sko, 20 árum setna, svona aðeins að garfa saman. Og hann dró mig með í sínar rannsóknir sem að voru á svona lífeðlisfræðilegum hlutum sjónarinnar og ég var í því lengi og svo fór ég að færast til upp í Augndeildina og það Augndeild Landspítalans sem er frábær staður og allt ofboðslega gott fólk sem að reyndist mér rosalega vel þar og vann þar með Einari Stefánsssyni og svo mest með Friðberti Jónasssyni sem eru báðir prófessorar þar í augnlækningum. Og þannig að þetta svona bara vatt upp á sig svona hægt og rólega og svo vorum við með stóra rannsókn, faraldsfræðilega rannsókn sem hét Reykjavíkur augnrannsóknin á einhverjum 1300 manns og vorum að vinna mikið úr þeim gögnum í langan tíma og skoðum þetta fólk svona til lengri tíma og birtum mjög fínar greinar. Það er svona það sko besta sem að ég hef komist í tæri við var sennilega samstarfsverkefni við Íslenska erfðagreiningu. Það sem að hópnum tókst að greina erfðaþátt svona alvarlegustu tegundar af gláku sem að gengur hraðast og er erfiðast að eiga við og það tókst að sem sagt greina þann erfðaþátt fullkomlega og þetta birtist í Science sem er svona eitt af kannski 2 virtustu vísindatímaritum í heimi og þeir fengu fyrir þetta sem sagt forsprakkarnir Kári Stefáns og Friðbert fengu verðlaun frá alþjóðaglákusamtökunum sem bara þetta var besta rannsóknir sem var birt á því árið 2007. Þannig að það var mjög flott. Já, þú hefur verið víða. Já, ég er haldinn þessari ónáttúru að hafa áhuga á öllu. Það er eiginlega ekkert sem ég get ekki haft áhuga á. Þetta er mjög sérkennilegt. Ég man, svo við tölum þetta áhugasviðspróf, þá
listaði það upp svona hvað ég hefði mestan áhuga og minnstan áhuga og hvar ég passaði best og minnst og það kom út að ég væri ekki góður bókhaldari. Ég væri ekki góður í endurskoðun eða eitthvað svoleiðis. Nei. Svo fór ég nú og lærði, tók einn kúrs þarna þegar ég var í viðskiptunum, tók einn kúrs í endurmenntun í bókhaldi. Mér fannst það bara skemmtilegt. Já. Þannig að það var ekkert frábrugðið öðru? Nei, mér finnst það bara svolítið eins og að ráða krossgátur og svona. Þetta stemma af og svona, mér finnst það bara mjög skemmtilegt. Eigum við að hlusta á lag sinn og veður? Hvað valdir þið? Heyrðu, það er mjög erfitt að velja svona lag en ég held að ég myndi vilja fá Little Wing með Jimi Hendrix. Ég tek algjörlega undir það. Eða ekki? Jú, við skulum heyra það og sjá nokkra myndir frá þér. Okay. Well, she's walking through the crowd with a circus mind that's running wild. Butterflies and zebras and moonbeams and a fairy tales. That's all she ever thinks of. Riding with the wind. When I'm sad, she comes to me with 1,000 smiles. She gives to me free. It's alright, she said, it's alright. Take anything you want from me. Þetta ekki amalegt, það kemur hjartan af stað, Little Wing með Jimi Hendrix. En ertu á þeim aldri að þú átt að hlusta á þetta eða hvað? Nei, allir Jimi hafi nú ekki verið þegar ég var svona að fæðast. Ég er skilgetið, eða óskilgetið ákvæmi 68 kynslóðarinnar. Nei, það er einhvað sem er elst uppi. Já, og líka þetta. Já, alveg þykjulega vel. Spilaðu þetta heima? Já, mikill. Ég er aðlæta á tónlist og hlusta mjög mikið á tónlist en ég held að ég sé svona mest í svona þessu svona tuddarokki svolítið. Nei, er það? Já, ég finnst það langt skemmtilega. Tuddarokki. Hvað segir fjölskylda þín? Já, hún bara lætur mig fá, sér til þess að ég sé með heyrnartólinn og það var truflar þetta ekki. Já, svo bara dillar þú þeir með heyrnartólinn. Fjölskylda þín, hver er hún? Ég er giftur Guðríði Ólafsdóttir og síðan á ég 4 börn, Agnesi, Kötlu, Atla og Matthildi. Þau eru á aldrinum 18 til 6, þannig að þetta er býsna breiður aldur. Breiður hópur? Já, það er bara frábært. Já, en eitt veit ég að þú hefur bæði skrifað það, rannsakað það og unnið við það að hluta til. Það er með þroskaskiptu fólki. Já. Það er eitt af áhugasviðunum. Já, það er svona eitt af því sem ég hef fengist við svona aðeins. Þrátt fyrir það að þú hafir ekki farið í semsagt í þroskaþjálfun? Nei, þrátt fyrir að ég hafi ekki farið í þroskaþjálfun. Ég hugsa að áhuginn á þessu liggi í því að afi minn, föðurafi minn, hann fékk MND sjúkdóminn sem er ansi erfiður sjúkdómur og leggst á taugakerfið þannig að fólk lamast svona smám saman, missir mátt og þetta gerist oft svona, fólk er orðið miðaldra og jafnvel svona, komið á 50-60 aldurinn og þetta verður sem sagt svona smá saman meiri og meiri lömun og enda með því að fara í þindarvöðvan sem að stjórnar önduninni þannig að fólk svona missir stjórn á því líka og þetta tók hann mjög langan tíma, hann var að eiga í þessu í langan tíma og deyr svona í kringum 60, þá er ég svona 18 ára og þetta hafði rosalega mikil áhrif á mig. Amma mín var lengi að basla við að hafa hann heima og ég var í skólanum hérna sem var rétt hjá þannig að ég skaust svona til hennar og
var svona hjálp henni að bera. Hann var náttúrulega stór maður og hún var ekki stór kona og hérna ég var svona eitthvað aðeins að reyna að stúsast svona með henni. Og hún var óheimið þakklátt fyrir þetta og ég og allt og þakklátt með hvað þetta var nú léttverk og lögmannlegt yfirleitt. Og ég svona, þetta gaf mér heilmikið og síðan var það mamma sem að rakst á auglýsingu frá Styrktarfélagi lamara og fatlara þar sem þeir voru að auglýsa eftir starfsfólki í sumarbúðir í Reykjadal sem ennþá starfræktar. Og ég var ráðinn þar inn og var þar í 10 ár. Á sumrin? Já, sumrin og eitthvað á helgum á veturnar, þetta var svona helgarvistun á veturnar líka svona á ákveðnu tímabili. Og síðan var ég eftir að ég hætti að þá leyfðu mér að danglast þarna í stjórn félagsins, Styrktarfélagsins og ég var formaður þarna í smá tíma og meðal annars þegar ég flytt hingað norður. Af hverju komstu til Akureyrar? Áttu ekki að vera á einhvern veginn stærri stað? Já, það svo aftur málið, sko. Maður má ekki missa sig í metnaðinum, sko. Maður þú veist, þetta er staður sem gott að vera með fjölskyldu og það svo margt á Akureyri sem er svo gott fyrir mann þegar maður vill afkasta hlutum, sko. Þú ert ekkert að eyða klukkutíma í bíl eða 2 tímum, skilurðu. Þú hittir alla í kringu þig bara á 5 mínútum. Þannig að það sparar hellingstíma. Amma mín, föðuramma mín er héðan og langafi minn bjó út á Eyri. Þannig að ég á svona smá tengingu, sko. Já. Og síðan hef ég bara alltaf verið hrifinn af Akureyri. Ég man eftir því að þegar ég var hér áður fyrir að þvælast svolítið landið svona í þessum viðskiptum, þá passaði ég mig til dæmis alltaf á því að vera með fund á Hótel Kea einhvern tímann svona rétt fyrir jól, sko. Mér fannst það bara svo dásamlegt að sitja í herberginu mínu eftir fund og horfa út á göngugötuna og snjóinn og þetta var einhver svona rómantísk æði, sko. Já. Svona, þú finnur það, þetta er svona ideal staður eða kjörinn staður til þess. Það finnst mér. Stærðin temmileg og finnst þér nóg vera? Er skólinn nægur fyrir þig og er nóg að gerast þar? Já, það mjög fínt. Vandamálið við háskólann fyrst og fremst rannsóknarfé. Að hluta til það vegna þess að við fáum ekki eins mikið af rannsóknarpenningum eins og skólarnir fyrir sunnan. En það líka náttúrulega vegna þess að við erum litlir. Það erfitt að búa til stórar einingar hér sem að gera. Við höfum svo sem alveg gert það. Og það er kannski eina vandamálið er skortur á peningum í rannsóknir og við erum ekki að tala um mikla peninga, sko. Og það er erfitt til dæmis að geta ekki borgað nemendum sem er að vinna fyrir mann, geta ekki borgað þeim laun í kannski einhverja mánuði og þeir eru að fást við einhver verkefni. Það er svolítið grundvöllur undir alvöru rannsóknarstarfsemi að geta borga nemendum í framhaldsnámi laun. Það er ekki mikið laun en það eiginlega gengur ekki fyrir fólk að vera launalaust. En þetta er náttúrulega bara vandamál á Íslandi. Við eyðum mjög litlu í rannsóknir. Já, mann hefur heyrt það. Já. Þú hefur samanburð, þú unnið í háskóla í Reykjavík, Háskóla Íslands. Já. Og síðan kemur hingað með svona einhvern útundúrum. Hvað viltu segja það? Er þetta sanngjarnt, er þessu rétt skipt eða hvað má? Ertu leiður yfir þessu eða? Ég verð stundum mjög leiður yfir þessu. Þetta er náttúrulega mjög mikið, stór hluti af okkar vinnu fer í að sækjum styrki og betla peninga og svoleiðis, og það náttúrulega, maður svo sem ekkert of góður til þess, en það verður, þú veist, uppskeran oft mjög lítil, ár eftir ár, og þá verður maður svona á
ákveðnu tímabili, þá verður maður svolítið svona leiður yfir þessu. Við þurfum eiginlega að fara að ljúka þessu. Þú náttúrulega hefur fullt af öðrum áhugamálum, en því að þú er áhuga á öllu, er það ekki það sem er? Já. Já. En komstu með einhvern hlut svona sem þér er kæri eða þér þykir vænt um? Já, heyrðu, ég, eins og ég segi, ég er nú kannski ekki mjög efnislega sinnaður svona, en þetta er kannski sá hlutur sem að mér finnst þykir vænst um. Þetta er úrið hans afa míns og nafna míns. Ég hefði sjálfur aldrei eiginlega gengið með úr, þangað til að ég fékk þetta í arf. Eftir þennan afa þín sem varst að segja okkur frá? Nei, þetta er ekki. Þetta er móður af mér. Og þetta þykir mér eiginlega, nú er allar, nú þarf maður ekki að hafa áhyggjur af myndaalbúmum lengur, það er ekki, þetta er allt komið á netið, Já. Þannig að maður myndi ekki stökkun í brennandi hús til að bjarga myndaalbúmum, en þetta hugsanlega myndi ég. Þú myndir reyna mikið? Já, ég myndi reyna mikið. Já, en gengur það með þetta? Já, þetta gengir með. Hvernig sérðu næstu árin hjá þér? Ætlar að vera hér eða hugsaðu ykkur til flutnings eða hreyfings eitthvað? Það er alltaf svona, held ég, svona undir niðri hugsun að fara kannski suður, ég veit það ekki. Ég er mjög sáttur hér, en maður veit ekki hvernig það endar. Það er nóg af verkefnum, það er nóg af hugmyndum sem maður þarf að vinna úr, en ég veit ekki hvort að ég verð prófessor í sálfræði, það sem ég á eftir að álega, mér finnst það einhvern veginn ótrúlegt. Ég á örugglega eftir að finna mér eitthvað annað, eitthvað svona sem ég vil prófa. Já, þú ert alltaf til í það? Já, ég er alltaf til í það. Já, það er gott. Það var gott þú prófaðir að koma til mín. Ég þakka þér kærlega fyrir spjallið og fara næstu vel. Þakka þér sömuleiðis. Hvítum álfar,